þetta byrjaði vind samt. Já, Kristinn Gunnarsson. Jói, vorið er komið, sólin skín, Þórsvöllur iðagrænn, snjóká eins í góðu formi, en það skiptir ekki nokkru máli. Nú er komið að því að fótboltinn byrja að rúlla og það eru stelpurnar sem að þurfa að græja þau mál. Hvernig lítur þetta út? Þetta lítur bara vel út og allir spenntir að byrja náttúrulega og eins og þú segir, þegar veðrið er svona þá bara eykst spennan og menn geta bara ekki beðið eftir að byrja þetta. Jói, hvernig hefur undirbúningurinn svona heilt yfir gengið í vetur? Hann hefur bara gengið ágætlega hjá okkur sko. Við höfum svona, eins og gengur að gerist, þá lendum við alltaf annars slagið því að einhverju meiða sig og allt það, en við nennum ekkert að tala um það. Þetta hefur bara gengið fínt, menn er að bæta sig og liðið er að vera betra og sterkara og við erum bara nokkuð brött fyrir þetta. Svo náttúrulega, þó að séu einhverju smá pústaraði, þá er það nú samt allt þannig, það kemur maður í mannstað. Já, menn ná sér líka aftur og það er alltaf til nóga leikmönnum hérna, við vælum ekki við því. Við sem betur fyrir þá búum við þannig að við getum stýrt hópinn okkar og nokkra leikmenn sem að gera það bara verkum að okkar sterkustu stelpur styrkjast enn frekar þegar það er nauðsynlegt og fyrir vikið þá vonum við getum telt fram liðið sem verið full sambærilegt við önnur stórlið á landinu. Jú, það má nú eiginlega búast til því að okkur verið nú kannski ekki spá neinu sérstöku gengi, kannski í 4., 5., 7. sæti sem að kannski er eðlilegt, bara við vorum ekki gera neina sérstakur hluti í Lengjubikarnum en þar voru margar ungar stelpur að spretta sig og stóðu svo vel. Já, okkur verið spáðum í að deild og það er bara eðlilegt, ég menn eru svolítið að horfa í úrslitin og Lengjubikar og svo náttúrulega fara með líka þess að skoða hvað hefur svona bæst í hópinn og hvað hefur farið úr hópnum og þetta er nú svona nokkuð að pari hjá okkur þannig séð og ég hugsa að það sé bara eðlilegt með að við hvernig svona úrslitin lágu Lengjubikarnum þó að menn hafi ekki kannski hort á leikina sem að margt var nú svona gerast í og við tala ekki núna eftir eftir Lengjubikarnum þá er að koma til okkar leikmenn aftur og svona bætast í hópinn og hann er að massast allur upp þannig að það er eðlileg spá en við ætlum að sjálfsögða að afsanna það, við ætlum ekki að vera með að deild. Hvernig svona fyrstu dagarnir og vikuna með mexikósku landsliðsmönnum og hvernig fitta þar inn í hópinn? Já, bara mjög vel, mér sýnist það falla bara nokkuð vel inn í hópinn og þetta eru svona nokkuð opnir karakterar og við erum svona að þreifa stelpunar eru svona að þreifa fyrir sér inn á vellinum hvernig leikstíl hver annar er og við erum að læra inn á þær og þær er að læra inn á okkur og mér sýnist alltaf að vera framfyrir hver æfingu þannig að það verður bara spennandi að sjá hvernig það verður þegar fyrsti leikur kemur. Og þér sýnist þær alveg kunna fótbolta? Já, mér sýnist það að hafa gert þetta áður og nokkuð svona líkt því sem við bjuggumst við þannig að við erum mjög ánægðir með það, gríðarlega ánægðir. En ertu búin að setja svona einhverju sérstök markmið fyrir sumarið, svona einhver sæti eða bara eins og Donni segir, það er ekkert markmið nema bara að vinna hvern einasta leik og sjá hverju það skilar? Já, við ætlum að fara svolítið í þetta bara gamla góða að vinna í litlum hlutum í stuttan tíma í einu og það er ágætt að gera það fyrir þá er maður ekkert að færast og mikið í fang en hins vegar er svona stóra markmið hjá okkur og mér og svona því að maður að byrja þetta svona 5. ári hér að fara ekki neðar en við höfum gert hingað til og halda þessu að við séum alltaf í topp 4. Þú ert náttúrulega búin að vera alveg frá að þú komst, byrjaði náttúrulega með látum á því að gera liða Íslandsmeisturum og svo er bara aldrei komist neður í 4. sæti og svo ertu núna á 5. ári og þú ert ekkert að láta þá til að halda sig. Það er að segja ekkert fara niður í 5. sæti? Nei, við ætlum að halda því áfram að vera eitt af 4 bestu liðunum á landinu og teljum okkur vera það en til þess að það geti gengið þá þarf ýmislegt að smella og þetta er gríðarleg vinna sem er á bakvið þetta hjá stelpunum og það er til þess að ná svona árangri, svona mörg ári í röð þá þarf ansi massíft starf á bakvið liðið og mikill stuðningur að koma frá svona baklandinu þannig að þetta er ekkert sjálfgefið að við erum með tiltölulega svona mikið breytt lið okkur einasta ári, þetta kemur ekki sjálfur sér þannig að það er hrós til þeirra sem að standa að liðinu og stelpunum sem að leggja gríðarlega mikið á sig. Já, þið byrjið leiktíðina á útivelli gegn sterku liði Stjörnuna þannig að það verður alvöru leikur. Já, það er ágætt að fara í Garðabæinn og klára þann leik af. Þetta er ákveðið svona, hefur verið nú undanfarin ár þegar Stjarnan hefur verið svona í þessari toppbaráttu að
þá hefur verið svolítið erfitt að fara í Garðabæinn, finnst öllum liðunum í deildinni og það er ágætt að fara bara í fyrsta leik. Við höfum haft tíma til að undirbúa fyrir þetta og þekkjum Stjörnulið ágætlega, en það er kannski ágætt að fara bara í svona þokkalega erfitt verkefni strax í byrjun og klára það af, og ég hef fulla trú reyndar á okkar lið komið með eitthvað þaðan og geti farið með eitthvað í burtu. Þið náttúrulega líka sko það, þið hafi verið að æfa ykkur á teppinu hérna inni, þannig að þið farið bara beint á teppi úti, þannig að það er kannski minni viðbrigði. Já, það er ekkert sjokk í þessu undirlagi neitt sko, þetta er fínasti völlur hjá þeim og við erum svona kíkt aðeins út, farið á gervigrasi úti og það verður ekkert sjokk í því, það er ekkert svoleiðis, það er bara spennandi að byrja og vonandi verður bara spennandi en meiri leikgleði hjá stelpunum, þannig að það brjótst út í leiknum. Og engin svona óvænt áföll meira heldur en það sem við svo sem vitum af, eins og með Ágústu og Silvíu, allar aðrar svona mestu liti klárar? Já, það eru flest að klára hjá okkur og við erum svona að bíða eftir þessum svona sem að hafa verið svolítið frá eins og Írunn og nú er Sandra nýkomin heim og Heiða rétt komin líka og við sjáum hana bara í fyrst skipti æfingu bara kortir í mót, þess að segja, þannig að þetta er svona alltaf falla og smetla saman, þannig að það verður gaman að sjá hvernig það verður. Hvernig með Söndru, hún kemur hérna beint úr Búndeslíkunni, talandi þýsku, skiljum við hann eitthvað í dag? Ja, við höfum verið að fara svolítið yfir þetta á þýsku svona fyrir æfingar og taktík og þannig að við sem betur fyrir við Móli fúlbefærir í þýskunni. Móli talar allt? Já, hann talar reypirandi þýsku. Hún kemur gríðarlega ferska utan og hefur tekið mikið inn þar, verið alveg svo svampur í úrvarsdeildinni þar og hún áttur að færa liðinu enn meira en hún hefur þegar gert, sem nú slatti. Ég hef þig kannski á hliðinu ef hún bregður sér yfir í þýskuna, því ég kann ekki eitt eina stóri því ef því tekja nú í viðtal og eftir á samt Karin. Já, ég skal dúlka, þannig getum við eitt í Móla líka, það væri ekki vera. Jó, gangu hugur. Takk fyrir, sömuleiðis.